Jæja, góðan daginn. Núna ætla ég að gera mánaðarspá fyrir meyjuna. Ágúst 2021 fyrir meyjur. Og þeir eru náttúrulega alveg þó nokkra meyjur, bæði í heiminum og á Íslandi, þannig að það er nú ekki við að búast í að náðu til okkar allra. En þeir eru kannski einhverjar á svipaðri bylgjulengd. Þannig að ég næ kannski til einhverju ykkar og vonandi þeirra sem þurfa kannski að fá skilaboð. Ef að þið eru meyja og tengið ekki við þennan spádóm, þessa lögn, þessa stjörnuspá, hvað sem við viljum kalla það, þá getið þið líka prófað að skoða einhver önnur hús hjá okkur, til dæmis það merki sem þið eru rísandi í, eða tungl eða sól, þar sem við erum komin inn í ljónstímabilið núna og inn í ágúst, þá myndi ég mæla með að skoða sólina, rísandi eða sól. En við skulum vinda okkur í þetta og ég ætla að fá að byrja á því að vita á nokkuð spil fyrir hvaða meyju er ég að lesa fyrir. Hérna eitt. Já, takk. Er einhverju fleiri vísbendingar hérna hvaða meyju? Nei. Nú erum við komin hérna með meyju. Svo ætlum ég að fá hvað uppákomur eru hjá meyjunni á næsta leyti. Það gæti litað þennan mánu svolítið. Nei, ok. Ágúst fyrir meyju. Þetta eru rólega mánuður í meyjunni. Nei, eða hvað? Eða hvað? Eða þetta með? Nei. Svo vil ég fá lesögn fyrir meyju í ágúst. Já, ok. Fyrir. Svo vil ég fá svona heildar útkomu og yfirlit yfir ágústmánuð. Fyrir meyju, takk. Eitthvað meira. Svo vil ég að það sem er hulið meyjunni fari á botninn á stokkinum. Þetta þarf að hér. Ok, og svo fæ ég smá aukaleiðsögn við þessi spila eftir. Meyja sem ég er að lesa fyrir núna er greinilega í mjög tilfinningalegri sæld, má segja. Alveg tilfinningalífið er rosalega uppfyllt. Þessi bikar er mjög fullur. Hvort sem það er eitthvað nýtt í gangi eða svona eitthvað gamalt að blómstra. Skiptir ekki máli. Ef þú ert í nýjum aðstæðum sem er að veita þér þessa tilfinningalegu fullnægð eða ef þú ert bara gamla mótið er eitthvað neginn að passa, rétt saman núna. Skiptir ekki máli, það er einhver rosalega svona sæld. Það er rosalega blíða og það er rosalega svona, það er rosalega tilfinningilegt jafnvægi og mikil gleði, mikil sæla. Óbúslega fallegt. En svo er samt einhvers staðar svona svolítið ungdrif, eða þegar ég sé ungmanneskja, hvort sem er karlmaður eða kvenmaður, yngri manneskja eða ung í anda. Ég fæ á tilfinninguna svona svolítið karllæga orku, en það getur alveg vel verið að sé rangt, hvort sem að þið séu karlkyns meyja og þá getur þetta verið þið,
eða sé karl, sem sagt þið eru megi og þið eru með ungan karlmann í lífi ykkar, en ég er allavega að sjá hérna frekar svona ungan einstakling, ungan í anda sem að er sko þrátt fyrir einhverja svona tilfinningulega sæld, þá eins og þú sért ekki að treysta alveg þessari vellíðan. Eins og þú þurfir að brynja þig að skagvart þessari vellíðan, þetta er svona pínu of gott til að vera satt. Og þú ert að velta þig fyrir hvort þú eigir þetta skilið. Ég fæ alveg svolítið þar, þú eða partnerinn eða einhver sko náinn þér. Já, þú veist, það er svo margt gott í kringum þig og þú ert ekki alveg að treysta þig að þér finnst þetta að vera svona pínubítu, er ég búin að vinna mér þetta inn? Er ég búin að leggja nógu mikið á mig til þess að eiga svona gott skilið? Það er svolítið það tilfinningu sem ég er að fá. Þetta er svolítið meira sem ég er að lesa fyrir núna, það er að segja að annarkvort þú, Meja, eða einhvern mjög nákominn þér, sko við skulum hafa það að hreinu að kyn í þessu geta alveg víxlast fram og tilbaka og eins líka speglanir við sko á milli þín og þinna nánustu. Stundum er ég kannski að lesa fyrir þig, Meja, en sko persónugervingarnar eru þá kannski þinn nánasti aðili, partnerinn þinn til dæmis, maki eða eitthvað. En það er hérna allavega sko frekar unglegur, kannski svolítið óreindur í lífinu einstaklingur sem er að upplifa rosalega tilfinningalega sæld, er ekki alveg að treysta því að þau finnst það ekki hafa unnið sér það inn og er að velta því fyrir sér hvort það eigi þetta skilið. Fá nánari útskýringar þetta aftur eftir og við skulum athuga hvað er hulinmeginni. Það sem er svolítið hulinmeginni þessa dagana er að það eru einhverjir svona ekki alveg traustir í kringum hana. Hún þarf að passa sig af því að það eru einhver svona sem eru svolítið að reyna að nagga og narta í hana og reyna að grafa undan. En hún er alveg ofboðslega sterk, hún þolir þetta alveg og hún næri alveg að standa með sjálfri sér. Og hún er á einhverju stefnu sem að fer henni rosalega vel og fær henni mikla gleði og hún er rosalega mikið að vinna í sínum grunnatriðum. En það eru einhverju einstaklingar kringum hana sem eru ekki að fíla sko þessar breytingar á henni, sem er mjög algengt þegar við gerum breytingar á okkur sjálfum, þó þar séu óbúslega góðar, þó við séum erum að standa í okkar styrk og taka flotta stefnu inn í bullandi sæld og vinna einhverjum grunnvandamálum í okkar lífi, þá eru kannski einhverjir sem hafa verið vinir okkar gennum tíðina sem eru bara, þeim finnst rosalega þægilegt að hafa okkur einhvers staðar svona á neðri palli. Það er óþægilegt fyrir þá þegar við hækkum. Þannig að það passaði þig á þeim og ekki taka það til þín. Já, ekki taka það til þín að sé einhverjum sem er ekki meika þinn vöxt. Uppákomunnar eru, þetta áttu svona, er að þú gætir þú gætir farið í þinni vegferð, þú ert hérna á einhverju vegferð og ert að taka einhverja, eins og ég sagði, stefnu sem að setur líf þitt í einhvern veginn allt annað farveg en hefur verið. Þú ert komin, þér finnst stundum eins og verkið ætli aldrei að verða búið, en þú ert í rauninu komin ofboðslega langt. Þú veist, þú byrjaðir einhvers staðar hérna lengst út í raskati og núna ertu komin bara geðveikt langt. En þér finnst samt verið svo mikið eftir. Hafnavert og hafið þér. En hérna kemur aftur, ég fæ tilfinningu að þú sért að vinna þig út frá einhverjum grunni, einhverjum grunnelementum, að vinna úr einhverjum eldgömlum sárum og þú ert að betrumbæta að styrkja þig rosa mikið. Þú ert að koma svo miklu jafnvægi á ljósið og skuggan í þínu lífi og fara svo mikið inn á þitt innra innsæi og innra styrk. En einmitt það er ekkert allir í kringu þér sem er að meika það. Og fyrir vikið gæti þú endað svolítið einn á báti eða eina báti í einhvern tíma. Æ, fyrir ekki, ég skal taka spilin hérna næri tegða aðeins úr mér. Eins og ég segi, þú ert komin á einhverju vegferð hérna og það er að koma hérna ljós og skuggar, jafnvægi á það og þú ert að fara inn í þitt innsæi. En þú gætir mist eitthvað frá þér, þú gætir orðið tímabundið svona pínu eitthvað lone wolf.
upplifast þig svolítið svoleiðis. En þú ert komin svo langt, þú byrjar eins og ég sagði, eitthvað hérna lengst í burtu og þú ert komin óbúslega langt og já, það er ennþá svolítið eftir, en þú ert á alveg hérna frábæri leið með að ná jafnvægi í ljósi og skuggum. Fylgdu þínu innra innsæi og þínu styrk. Þetta er það sem að vera svolítið leiðandi fyrir þig í ágúst, Meyja. Leiðsögnin fyrir þig. Einmitt. Áhugavert. Hérna eru að það eru einhver samskipti sem að gætu reynst þér svolítið erfið og þú ert alveg komin á þann stað að mögulega þarftu bara að kötta einhverja út úr lífinu. Það er alveg þar. Þú þarft að velja svolítið á milli, velja og hafna. Ef það eru sérstaklega einhverjir í kringum sem eru að gefa þér einhverja úrslitakosti, út með þá. Ég fæ alveg bara mjög sterkt út með einhverja svona sem ætla að reyna að stjórna þér. En það er hérna, þú þarft að skera á einhver gömul bönd. Því þau eru ofboðslega íþyngjandi. Þau eru að skerða þitt vænghaf. Þú ert á mjög ákveðinni ferð og þú ert aftur. Hérna er komin einhver svona grunnvinna. Þú ert að fara í eitthvað mjög gamalt, eitthvað mjög náið sem að sko eitthvað stæða langt inn í grunninu einum og ert að vinna það upp. Já, þú ert aftur hérna, finnst þér eiga svo mikið eftir og ert ekkert alveg viss stundum hvort þú hafir þrekið í alla þessa vinnu, en þú átt svo mikið eftir í þér. Þú átt svo miklu meiri styrka eftir í þér. Þannig að þú ert alveg á réttri leið, þú getur þetta alveg. Af því að þú kemst þá inn í svo mikinn styrk. Og þú kemst inn á svo mikla staðfestu með þitt innra sjálf. Og þitt traustið á þínu sjálfi verður svo miklu meira. Treystu mikið, þú veist miklu meira og kannt miklu meira en þú gerir þér grein fyrir, þannig treystu því. Hlustaðu á sjálfa þig, eða sjálfa. Kíkjum hérna á einhverja útkomu. Einmitt. Allur heimurinn er svolítið þér á fótum og það er einhver hringrás í þínu lífi sem er að enda og önnur að byrja og með því svo miklu möguleikar og þú getur í rauninni skapað þinn heim algjörlega upp á nýtt. Þú hefur öll verkfærin til þess. En það eru samt aftur eitthvað ekki alveg heiðarlegt og í lagi í kringu. Það er einhver sem maður reynir svolítið að klekkja á þér og það er svolítið hver hefur sem djöful að draga, en þá kemur aftur þitt er valið, þú getur skorið þig út, þú getur kvættað það. Þessir hér, þessir sem að reyna kannski að klekkja þér, draga þig niður, draga úr þér, eða jafnvel freistingarnar í lífinu ef þú átt við eitthvað svoleiðis vandamáli stríða. Eina valdið og eina aflið sem þau hafa er það sem þú gefur þeim. Ekki gefa þessu of mikið vald yfir þér. Þú ræður, þú hefur öll verkfærin. Og ég held að þú sért loksins að koma svolítið að því að þú hefur öll verkfærin til þess að skapa heiminn sem þú vilt. Þannig að núna er allur heimurinn þér að fótum. Við fá aðeins meiri innsýn og við ætlum að nota in between tarot í það. Fáum aðeins meiri innsýn inn í hvaða Meyju ég er að tala við. Fá hérna smá eitthvað nokkur spil, nýr stokkur þannig að hann er ekkert að flýta svo mikið. Ok, takk fyrir. Afsakið mig, ég ætla að hefða grindur. Og fáum hérna aftur uppákomur. Ágúst fyrir Meyju. Nei, ekki þú. Þetta er of mikið. En hins vegar, kom hérna lent á milli, einmitt, judgment. Það er að koma einmitt þessi tími þar sem að réttlætinu er náð í rauninni, sama hvað. Það verður grisjað út
það verður bara svona heilt yfir grisjun í þínu lífi. En við skulum fá aðeins, fá smá innsýn inn í uppákomu Meyju í ágústmánuði. Eitthvað meira? Nei. Og þá ætlum ég að fá leiðsögn fyrir Meyju í ágúst. Ok, rosalegt, takk. Meira leiðsögn fyrir Meyju. Jú. Það er að fá okkur svona smá útkomu, takk, fyrir Meyju. Ágúst. Nei, þetta átti ekki svona. Já. Ok. Eitthvað meira útkomu fyrir Meyju. Ok. Þá ætlum ég að fá útskýringu á hvað Meyjunni er falið á botninn í stokkinum. Svona. Aftur Meyja sem við vorum að tala um. Við vorum búin að tala um að þetta væri ung eða ungleg manneskja eða í einhverjum tengslum með unga eða unglega manneskju sem er ekki alveg að treysta því að hlutinir séu í alvörunni svona góðir af því að finnst þið ekki hafa unnið sér þetta inn. Eitthvað svo leiðis. Finnst eitthvað þessari Meyju eins og ég segi, finnst eins og hann hafi ekki skiluð og hafi ekki unnið sér þetta inn. Að það hafa verið rosalega átök í lífinu. Og þá meina ég alveg rosalega sko, þú veist, dug og drepast átök. Og finnst eins og að sko, þessi átök hafa alltaf verið í hringrásinni að þegar að sko, einn bardagi er búinn og það skapar alltaf nýjan bardagi. Þetta verður svolítið eins og húskarlavígin. Það verður alltaf einhver bolti sem rúlar bara fram og tilbaka, þetta fer alltaf í hringi, þú veist, og hættir aldrei. Þannig að það kannski útskýra okkur ef Meyjunni finnst hún ekki eiga alla þessa sæld skilja þegar hún er bara ekki vön því. Af því að þetta fer alltaf bara sama hringinn. Við vorum búin að tala um að það er ný hringrás að byrja. Af því að það er eitthvað svo mikið gott í gangi hjá þessari Meyju sem er einmitt sko svona nánast og gott til að vera satt. Af því að það er eitthvað sko hvort sem þú ert búin að finna þinn partner að sálufélaga, loksins eitthvað jafnvægi á þínu heimilislífi eða með makaðinum eða hvað nú. En núna er bara svo mikil sæld aftur. Þið sjáu þessi gleðið. Það er hérna fjölskyldan saman og einmitt á milli þessi spil eru sem það sem gerist á milli í rauninni Tarot-spilana. Þetta er það sem gerist á milli tvistir bikurum og þristir bikurum. Tvistur í bikunum eru sálufélagar og þristur í bikunum er gott partí. Ef við förum í mjög stutta útskýringu á því. Þannig að hérna er sko þvílík sæla. Bara barmafullur bikar af kærleika og ást. En eftir, Meyjan þessi Meyja sem ég er að tala við er svo vön átökum og er svo vön í að átök leiði til átaka að hún á eitthvað með að trúa þessu. Að þetta sé alveg svona gott, að lífið geti verið gott. En lífið er gott, heilt yfir. Og varðandi þessar uppákomur, þá vorum við búin að sjá að það eru, þú ert á einhverju vegferð, þú ert að fara inn í einhverju vegferð og þú gætir enda svolítið svona einn á bátum tíma en það er að koma svona jafnvægi á ljósið og skuggan í þínu lífi með því að fylgja þínu innra innsæi. Þú þarft ennþá alveg að vinna fyrir þínu, engu að síður. Þú þarft líka að leggja þitt fram til heimilisins eða hvað nú. Þú þarft alveg sko, eins og sést á myndinni hérna, þá er hún gasólíkt og að burðast með vatnið. Þannig að það er komið að honum til þess að leggja niður skjöldina spjótið og hjálpa til heima. Þannig að þú þarft að leggja þitt í mörgum. En það er líka hér, það er gífurlegur styrkur í því að leita inn á við og draga sig í hlé. Þú þarft að fara í þessa innri vinnu og það verður að benda þér á það, já, þú þarft kannski að draga svolítið í hlé og fara í einvöruna til þess að vinna með sjálfa þig. Við ætlum að fara í það sem er falið, ég glemdi því.
En þú aftur ert á okkur stefnu. Þetta aftur hér. Þetta sama spilið. Þú ert að taka eitthvað þvílíka stefnu. Þú fær hérna bæði skiptin, vagnin og vagnin. En hérna þetta vagnin og styrkurinn. Þannig að þú ert að taka stefnu inn í innri styrk. Sem er hér. Þú ert að taka eitthvað svakalega stefnu inn í innri styrk. Og þú ert að leggja vopnin til hliðar. Þú ert að jarða þetta. Þú ert að kveðja sér vopn. Og aftur, þetta það sem var inn í stokknum áðan. Það er að vera að fara að grisja út, réttlætinu verður náð. Já, það er þessi þrjú. Það er verið að innbra á þessu við. Þú ert að taka eitthvað rosalega sterka stefnu inn í innri styrk. Og já, hérna. Það er hérna styrkurinn. Styrkur og vagnin eru hér. Hérna er vagnin og þú varst með styrkin hér líka. Þannig að þú ert að fara okkur blúsandi ferð inn í einhverja þvílíka innri vinnu og innri styrk. Glæsilegt, meja. Gott hjá þér. Þá, afsakið, skulum við skoða aðeins betur leiðsögnina. Þú þarft ekki alltaf að gera allt einn. Vá, ok, afsakið, ruglingslegt. Sko, ég er búin að vera að segja að fara hérna inn í einveruna til þess að hérna, finna styrkinn. En svo er líka hérna sko, þú þarft ekki að gera þetta einn að ein. Líka vera, þetta er í rauninni allt saman það að sko, þú ert með aðstoð, þú ert með hjálp. Og jafnvel spurning hvort þetta þessi hérna sterka staðfasta vera eða kona, þú veist, ég fæ eitthvað, þú veist, móðir eða amma eða einhver kona, kvenleg vera. Þú veist, þú ert með rosalega aðstoð, það er vera aðstofið. Aðstofan er í boði, en hún er kannski bara úr eitthvað allt annari átt en þú bjóst við. Það er kannski ekki gamlu vinninir sem varst að búast við myndi hjálpa þér, þegar þeir eru ekki að fíla það að þú sért að breytast og stækka. Þú þarft að skera eitthvað gamalt út úr lífinu. En þú ert með þvílíka leiðsögn. Þú ert með þú veist, öll hjálp sem þú þarft er í boði, ef þú þarft hana. Ekki reiða þig á aðra, en nýttu aðstofuna sem er í boði. Ekki hanka þig á því að þú skuldir þeim þó að þú fáir eitthvað hjálp. Þeir sem ætlast til þess að fá eitthvað í staðinn fyrir að hjálpa þér, það eru sannlega þeir sem þú þarft eitthvað að skera úr. Þetta er svolítið sérstakt. Leitaði einverðina, en þegar þú samt aðstofan í boði. Ég held að sé aðalega það sko að aðstofin sem er í boði og aðstofan sem þú þarft er ekki endilega það sem þú hélst í fyrstu, og kannski erum við að tala um faglega aðstoð á sama hvaða svið það er. Það eru allavega ekki einhverjir vinir sem að grafa undan þér sem eru að fara að hjálpa þér. Hvort á það. Fáum hérna smá útkomu. Aftur. Hérna. Það þurfa ekkert allir að vita hvað þú ert að gera. Þú veist, vertu heiðarlegur eða heiðarleg, en þú þarft ekki að segja öllum frá, þú veist. Þú getur ekki alveg treyst öllum, þannig að þú þarft ekkert alveg að segja öllum frá. En þú ert svo sannlega að fara að stíga og taka stökkið inn í þinn nýja heim. En þú getur ekki treyst öllum, þannig að þú mátt, veistu, það er stundum alltaf, þú þarft ekki að segja öllum frá því hvað þú gerir. Það kemur ekkert öllum við. Þannig að þú mátt alveg læðupúkast eitthvað smá, sko. Af því að þú ert að taka hérna alveg rosalegt stökk. Það er ekkert alveg allir sama að þú sért að betrumbæta þig, sko. En þú ert að fara á eitthvað þvílíkt flug og þú ert að fara að skapa þér nýjan heim. Algjörlega fyrir þig. Þannig að haltu því áfram. Haltu því algjörlega áfram. Láttu vaða, stökktu inn þetta. Ekki treysta hverjum sem er. Aðstofan sem þú bjóst ekki endilega við er frekar svo rétt og einmitt. Fagleg, örugglega mjög góð hugmynd.
dragðu þér hlé frá gömlum mynstrum, gömlum vinum, einhver samskipti sem kannski pínu eitruð og þú átt þetta alveg skilið. Þú átt alla þessa hamingju skilið. Njótt hennar. Þá ætlum ég að láta þetta duga fyrir tarotið en ég ætla að fá smá rúnaleiðsögn fyrir mig. Þess að vera. Hérna, sólin. Sæla, sigur, orka. Það stemmir alveg við. Það er rosaleg orka og gleði í kringum þig. Elhas, vernd, skjöldur. Þú ert verndaður en þú ert samt engu að síður sko, þú þarft alveg að hlífa þér. Þú þarft alveg að passa þig. Þarft alveg að passa þig á þeim sem eru kringu þig. Eins og aftur, þú þarft ekki að segja öllum allt sko. Leyfðu þér að vera bara svolítið varkár. Þú átt alla þessa sælu og sól skilið. Þú átt ekki skilið að sé einhverjir gamlir vinir eða einhverjir svona sem að gera lítið úr. Þú átt það gagnast þér ekkert lengur. Og hérna vaxandi gibbus tungl eru fine and improve, fínpússaðu og betrumbættu. Taktu þetta bara algjörlega á sjálfveg og einmitt fínpússaðu og betrumbættu vinahópinn, samskiptin, líka í kringum nánustu fjölskyldu. Þú ert ekki skuldbundin neinum, þú ert ekki skuldugur til þess að vera í samskipti við einn eða neinn, ekki skuldugur til að taka samskipti annarra inn á þig. Þannig að, já, þú veist, ef þú neyðist til að vera í samskiptum við einhverja eitraða einstaklinga, ekki taka það inn á þig og ekki blanda þér inn í þeirra, sem sagt, þeirra gremju eða hatur á hvað það nú er. Gerðu bara þitt, verður reyndu að vera bara neutral við þau. Og við skulum fá eina gyðju inn í ágúst handa miðjunni. Miðjan er náttúrulega svolítið gyðja til að byrja með. Þannig að við skulum fá gyðju fyrir gyðju. Ég ætlaði nú bara að fá einu en fáum þessa sem kom hérna. Íhi, sólin. Sólin. Það er örugglega aftur í tengslu við bara alla þessa gleði og sælu sem er með þér núna. Að njóta hennar, treysta henni, þú veist. Það er svo erfitt að njóta góðu tímana þegar maður býst alltaf við því að sé eitthvað slæmt að fara að gerast. Og þessi gyðja mun, sólargyðja mun hjálpa þér að skína og lýsa upp, myrkrið í kringum lýsa upp það sem er þér falið, lýsa upp alls konar einhverjar eitrað munstur og eitruð samskynjun og mun lýsa þetta upp og sýna þér þetta. Og hún mun sýna með því að lýsa svona sterkar, þá sýnir hún skuggana betur í þér og í öðrum, þannig að þá veistu betur hvað þú díla við. En hún einmitt lýsir líka upp ljósið innan með þér, sjálfsáliti, sjálfstraustið og töfrana í þér. Leyfðu þér að njóta þér og leyfðu þér að vera í gleðinni. Ég ætla að segja þetta gott fyrir Meyju í dag. Þannig að ég vona bara að skilaboðin komist til skila fyrir rétta Meyju. Annars þá bara takk fyrir mig og við sjáum síðar. Bye.